Uppgangur pílukasts íþróttarinnar hefur verið mikill undanfarin ár og hvergi meiri á Suðurnesjum en í Grindavík. Grindvíkingar hafa lengi staðið á meðal þeirra fremstu og því var við hæfi að taka hús á nokkrum af þeim 5 Íslandsmeisturum sem Grindvíkingar hafa alið af sér í nýrri aðstöðu pílukastsfélag Grindavíkur á árlegu móti, Grindavík Open. Heimamenn þurftu þó að horfa á eftir sigrunum út fyrir bæjarmörkina þessu sinni, því Hallgrímur Egilsson og Ingibjörg Magnúsdóttir sigruðu í karla- og kvennaflokki. En að pílunni í Grindavík og uppgangi hennar. Guðjón Hauksson úr Grindavík sigursælasti pílukastari landsins og hefur 11 sinnum orðið Íslandsmeistari. Ægir Ágústsson, hann var náttúrulega fyrsti Íslandsmeistari í pílukasti hérna. Hvaða ár það? 85 og 86. En hvað, svo tókst þú nú við? Hvað ert þú búinn að landa mörgum? Svo tókum við bræðurnir við hérna, ég og Pétur bróðir. Pétur var 88 og svo var ég 1990, þá var ég fyrsti Íslandsmeistari. Var svolítið oft þarna á 10. áratugnum. Og ertu með tölu yfir fjöldatitla? Rennur þetta saman bara? Ég har komið 11 Íslandsmeistaratitlar í einmenningi 501. Er einhver Íslandi sem hefur unnið oftar? Nei, ég held að sé mest 3 titlar hjá einhverjum. Og þú með 11? Já, ég var einráður í þessu síðustu öld og framan að þessari. Og þið hér í Grindavík eigið ríkjandi Íslandsmeistara Matthías, hann búinn að vinna 2 svar, ekki rétt? Jó, það getur passað. Pétur Guðmundsson fór í píluna eftir körfuboltaferil hjá Grindvíkingum en hann núna unglingalandsliðsþjálfari Íslands. Pílan hefur alltaf verið mjög sterk hérna í Grindavík og IPS held ég stofnað 1985 held ég örugglega og þar áður náttúrulega var pílan eitthvað byrjuð. Svo hefur kannski svona rosalega hæð svona upp úr 90, 91, 92 svo tókum smá lagði í framhaldi af því en svo byrjuðum við aftur núna fullu svona upp úr 2015, 2016 þá kemur fullt að nýju fólki inn byggir á góðum grunni og hérna Matthías Örn Friðriksson, hann sem sagt fór í gang með Live Art Iceland sem svolítið setti píluna svolítið út í lofti á Íslandi og í raun og veru var hann pínu frumkvöðull, ekki bara í Íslandi, bara í heiminum, hvernig hann var með útsendingar, svona hvað segir maður, amatör útsendingar sem litur rosalega vel út. Og ég veit að hann var að hjálpa fullt af fólki út í heiminum sem voru með deildir annað til að gera það sama. Og svo í framhaldi veit ég bæði hann og fleiri koma að því að reyna að fá að sína heimsmeistararmóti hjá sem sagt PTC, sína beint og þegar það gerist þá var bara sprenging á Íslandi í pílum. Og hérna, ég held að allar vöru uppselt öll þessi ár sem þetta verið, þannig að klárast allt sem til í píluvörum hjá aðilunum sem að selja. Og það bara út í heimi þannig, það spila 10 hljáðsjóna, þau komum bara alls saman að kasta. Við höfum skipt þessi 9-12 ára og hérna 13-18. Og svo hafa komið hugmyndir að fara með upp í 21 árslandslið til þess að leyfa strákum og stelpum sem eru búin með unglingastarfið eins og í dag að eiga þá einhvern svona keppnisgrundvöll hér hjá okkur án sem fara beint upp í meistaralokk eins og maður segir. Þannig að hérna, já, við erum bara með krakka frá 9 til 18 ára sem eru að æfa hjá okkur í pílu og mest að sprengjan í yngsta árgangur sem æðislegt. Ég man á fyrsta æfingu þá voru komin 30 krakka bara á æfingu og þetta bara ég bjóst þarna ekki við því, ég átti frekar vonaði að unglingarnir kemur fyrst en það var hitt var raunin í vöru. Og hvenær byrjaði þú sem bara landsliðsþjálfari? Ég byrjaði sem unglingalandsliðsþjálfari 2016-17. Við fyrir með fyrsta landsliðsverkefni árið 2017 og í raun og veru förum svolítið öfuga leið þessu búin til landslið í kringum unglingarna í staðan fyrir að búa til æfingar í félagsliðunum því það voru bara svo fáir unglingar að æfa. Og núna þetta bara komið þannig að það eru bara 2 aðilar að æfa hjá félagunum pílu í unglingastarfinu, það æðislegt. Og við erum bara rétt svona toppurinn á ísarnum í raun og veru. Við höfum eftir að ná fleiri félögum í alvöru unglingastarf og við erum að ná til fleiri unglinga bæði hér og annar staðar og þetta vinnur svo vel með öllum öðrum íþróttum. Þetta truflar ekki neitt hjá neinum, það ekkert mál að skipuleggja þannig að þetta truflar ekki, þú ekkert mál fyrir að æfa heima hjá þér á þess að trufli aðrar íþróttir sem þú ert í. Og já, ég bara sé eftir í raun og hafa ekki æft þetta þegar ég var yngri því það svo margt sem tengist hugarþjálfun í þessu sporti sem nýtist þér í öðru sporti. Ég tengi við það í körfunni og þessu að ákveðin hugaræfing sem ég þarf að passa upp á í pílunni myndi nýtast mér í körfunni. Stýrimaðurinn Páll Árni Pétursson á ekki langt að sækja hæfileikana en faðir hans, Pétur Hauksson, varð Íslandsmeistari 1988.
Nei, ég segi það nú ekki alveg, við erum hérna nokkru alltaf úr minni ætt, þannig að það eru nokkru líklegir þar. En nei, ég er alls ekkert einhver vonarstjarna, sko, en maður reynir að vinna þetta, maður kemur í móti til að vinna þetta, ekki bara til að fá hérna, ekki bara til að vera með það. En byrju, hann Matthías, hann er ríkjandi Íslandsmeistari, tvöfaldur Íslandsmeistari. Þannig að myndum við segja að hann sé, sá besti á landinu þá í dag? Já, alveg tímalaust, sko. Hann hérna, ég vann hann í Rigg í fyrra, í úrslitaleik. Svo spiluðum við til úrslita í Íslandsmótinu í fyrra nokkrum mánuðum seinna, þá náði hann að hefna sín, sko. Þannig að, já, hann er tvöfaldur Íslandsmeistari. Hann er bestur á Íslandi í dag, það er bara þannig. Matthías Örn Friðriksson er Íslandsmeistari síðustu 2 ára og var valinn íþróttamaður Grindavíkur bæði árin. Íslandsmótið 2022 verður núna í miðja maí á Bullseye. Það er aðalstaðurinn í dag. Þar verð ég að reyna að sýna mitt rétt andlit og reyna að vera þrefaldur Íslandsmeistari. Það hljómar mjög vel. Ég meni, hefur einhver unnið þetta svo oft í röð? Ertu með tölu yfir það? Ég er ekki með það, nei, en það eru nokkri sem hafa unnið marga Íslandsmeistaratitla og við Grindvíkingar eigum þann sem hefur unnið hann oftast, hann Guðjón Hauksson, hann hefur unnið held ég 11 eða 12 sinnum, þannig að það er langur vegur þangað til að mann er að toppa þann meistara. En ef ég þekki rétt, þú stefnir væntanlega þangað? Jú, einn daginn sko, það eru nokkur ár í það, en þú veist, maður vill bara að reyna að hjálpa íþróttinni líka, koma henni á hærra plan og fá fleiri inn. Við erum að hérna í Grindavík núna helgina er unglingamótaröð IPS fyrir krakkarna 9 til 18 ára. Þannig að bara því fyrr sem við fáum ungu keppendurna inn, því betra og því fleiri því betra, því að það er framtíðin. Það eru snillingarnir sem munu keppa við þá bestu hérna eftir nokkur ár. En byrju, svo eru náttúrulega fleiri mót en bara Íslandsmótið. Er ekki einhver mótaröð í gangi núna? Og þú, stendur framalega þar á vígi og hvað er framöndan í því móti sem sagt, þeirri mótaröð? Hann er að tala um Nordic Darts Masters sem að PTC, sem er stóra sambandið úti, Professional Darts Corporation, stendur fyrir. Þetta er hluti af svona heims mótaröð, þar sem ferðast út allan heim, taka bestu kastarann í heimi með sér og etja kappi við sem sagt þá 8 local svona qualifiers á góður íslensku. Og þeir eru að koma núna til Köpen í júní, verða þar 10. júní og efsti Íslendingurinn á Norðurlandamótaröðinni, það eru 2 mót eftir, hann mun verða einn af þessum 8. Þannig að það er mikils að vinna og eins og sé, ég stend vel að vígi, ég er efstur með 400 stig eftir 2 mót og bara þarf að spila bara sambærilega pílu. Ég byrjaði í rauninni fljótlega eftir ég flytt. Það sé ekki svona 2011-12 sem að Scott Ramsey segir mér að fara að horfa á pílu og það er örugglega í desember og heimsmeistaramótið að byrja. Og þá bara vissi ég ekkert hvað þessi íþrótt væri, sko, hvort það væri íþrótt yfir höfuð. Og byrja að horfa og bara verða alveg húgt og er svo að leigja íbúð sem með spjaldi í skúrnum og þá einhvern veginn byrja ég að kasta og bara hef ekki litið frá því síðan, sko. Píla þú þarft mjög mikla þolinmæði ef þú ætlar að vera góður í pílu og vera duglegur að æfa okkur með einasta degi. En ég verði Íslandsmeistari 2020. Það er sko 8 árum eftir ég byrja að kasta. Þannig að þetta er bara þolinmæði og þú uppsker það sem þú leggur í íþróttina. Þannig að já, og ég er rauninni ekkert kominn þangað sem ég langar að vera, sko. Það er alveg... Akkurat, hvert stefnir? Munum við ekki að sjá því, heitir ekki Alli Palli? Desember, janúar, heimsmeistaramóti, munum við sjá Matthías Örn Friðriksson þar einhvern mann? Ég ekki stefna á það eftir einhver ár. Það er erfið leið, löng og ströng, en eins og ég segi, við erum með, ef ekki ég, þá pottet einhver af þessum ungu sem er að koma upp. Því að það sem ég hef séð af þeim er bara... Þeir eru rosalega góðir, þeir eru með tæknina alveg upp á 10, þannig að þá er það bara, þegar það er klárt, þá er bara að fara að mæta á mót, æfa sig og bara æfa sig í að keppa, því að og bara, eftir nokkur ár, sko. Ef það verður ekki ég, þá held ég að verður einhver af þessum ungu strákum eða stelpum sem munum komast.